Komið sæl og blessuð og hjartanlega velkomin í Foresta og samskipti. Sigurður Ragnarsson heiti ég og þess heiðurs aðnjótandi að stýra þessu hlaðvarpi og í dag að þá eins og alltaf að þá erum við með frábæran gest sem að sjálfsögðu ekki sjálfgefið en það nú Olga Ýr Björgvinsdóttir, hún forstöðumaður rannsóknastofa hjá Arctic Therapeutics. Hjartanlega velkomin, Olga Ýr. Takk hérlega fyrir. Heyrðu, þú sem sagt ert hjá Arctic Therapeutics og það svona eina ástæðan fyrir því að þú ert hérna með okkur í dag. En það líka vegna þess að þú ert búin að vera svona að göslast mikið öll forystu og samskipti og stjórnunar mjög lengi. Bæði starfa við þetta og líka kenna við háskólan hérna á Akureyri og líka við háskólan á Bifröst. Þú hefur líka verið að rannsaka hluti á sviði forystu og ert með meistarapróf í forystu og stjórnun frá Bifröstið mitt. Þannig að þetta völlur sem að þú þekkir mjög vel og að tengja saman fræðin og raunveruleikann og það það sem að skiptir svo ofboðslega miklu máli. Og síðan varðandi þá líftæknina að þú ert sem sagt með þá líka háskólapróf í líftækni og sameinar þetta og líftæknin mitt í dag að þetta svona eitt af því heita og hefur verið svona tíma. Og ég veit að það eru margir sem eru að velta því fyrir sig bara hreinlega, þú veist, hvað líftækni og svo framvegis. Þannig að það frábært að fá þig, bara velkomin aftur. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Já, bara frábært að fá þig. Hvað segirðu? Hvað kom fyrst upp í hugan hjá þér þegar ég heyrði í þér að mæta? Það náttúrulega, ég hef frá mörgu að segja, þannig lagað. Mér finnst það ekki svona dagstaglega. Ég hef einhvern veginn alltaf verið svo forvitin stjórnun, mannlega hegðun. Þetta bara svona áhugamáli mitt. En vissulega ég svo sem tengi alveg við svona fræðina í gegnum kennsluna í Bifröst, sérstaklega og Háskólanum á Akureyri. Og mastersverkefni mitt góða líftækni og forystu í líftækni fyrirtækjum í Íslandi. Já. Þú verður endilega að segja okkur frá því hér á eftir. Ég var svona að velta þessu fyrir mér að því að bara í gær þá hitti ég nokkra vini og ég var að segja þeim frá að þú verður að koma í podcastið og þeim fannst það frábært að sjálfsögðu og það var einhver eitt sem að sagði hvað líftækni, þú veist, hvað þannig að ég fór svona bara velta fyrir mig kannski byrja bara, þú veist, hvað líftækni og þú semst forstöðumaður rannsóknastofa hjá Arctic Therapeutics, þú veist, hvað líftækni og hvað það að gera og hvað ert þú að gera í vinnunni? Já, það mjög góð spurning. Líftækni náttúrulega bara ung atvinnugrein núna og ennþá í raun og veru ung, eins og þú segir, þú veist, hún að blómstra núna með stórum fyrirtækjum. Við erum að sjá snirtur fyrirtæki, lyfjafyrirtæki. Við erum að tala alls konar svona research, development og svoleiðis. Skilgreiningin á líftækni í raun og veru bara hvers konar vinna sem með frumur eða frumuhluta sem að þetta mjög breytt svið í raun og veru. Það sem að við erum hins vegar að gera eins og í Arctic Therapeutics, við erum skilgreind sem líftækni og lyfjaþróunar fyrirtæki. Og við erum svo sem stödd hérna á Akureyri, bæði með þess að rannsóknastofu og skrifstofu hér og síðan eru við líka með skrifstofaðstöð í Grósku í Reykjavík. Og okkur finnst við ekkert vera að stækka hratt. Við erum hins vegar að stækka hratt þegar maður horfir svona aðeins tilbaka. Það var bara mjög stutt síðan ég byrjaði, finnst mér. Það var árið 2019. Þá byrjaði ég og fékk það frábæra tækifæri til þess að fá að starfa sem verktaki. Bara við raðgreiningu hjá Arctic Therapeutics. Þá vorum við 2 og þetta var bara 2019. Mér finnst náttúrulega eins og það sé einmitt stutt síðan, mjög stutt síðan. Og en það sem að í raun og veru Arctic Therapeutics snýst í dag lyfjaþróun mestmegnis. Og rannsóknarstofan hérna á Akureyri skiptir lykilhlutverki og við erum með margs konar í raun og veru hlutverk. Við erum bæði, sem sagt, við erum með klíníska rannsóknastofu, þannig að við vinnum undir mjög svona
ströngum gæðastaðli undir ISO 15109 sem klínísk rannsóknarstofa og getum þá framkvæmt klíníska ræðgreiningu og við erum í raun og veru eina einkarekna fyrirtækið eða rannsóknarstofan sem með þennan staðal. Síðan erum við að sinna þessum svokallum frumrannsóknum, þessum forrannsóknum sem að að prófa lyfið í lyfjaþróuninni, það að athugað hvort að lyfið sé örugt, hvort það sé að virka eins og við viljum að virki og þetta allt saman gert í frumumódelum og þessi gögn eru raun og veru búin til þess að útbúa bara sannanir fyrir því að lyfin geti farið í klínískar rannsóknir. Og síðan erum við í raun og veru kannski stærsta hlutverki okkar núna að vera þessi stóðdeild fyrir klínísku rannsóknir sem við erum í gangi núna. Og núna erum við í raun og veru með 2 klínískar rannsóknir í gangi. Við erum bæði við að klára íslenska arfgenga heilablæðingu og við erum að klára síðasta fasan þar og síðan erum við líka með sama lyf í klínískri rannsókn við Alzheimer. Þannig að við erum svona að styðja við þessar rannsóknir, bæði að útvega gögn á frumrannsóknarsviðinu og síðan erum við komin í blóðsýni og svoleiðis meira í klínísku rannsóknum. Þannig að já, okkar hlutverk orðið frekar stórt eins og það var bara lítið fyrir stuttu síðan, sko. Og svona ef við fyrir út í það hvað ég ger á daginn það væri varla hægt að telja það upp en ég byrja þannig sem verktaki í raun og veru bara starfsmaður á gólfi að framkvæma ræðgreiningu. Síðan tekið svo ákvörðun að fara í þennan ISO-staðal sem klínísk rannsóknarstofa og ég gerði gæðastjóra og leiði það starf og síðan núna fyrir þá 2 árum síðan ég gerð að forstöðumanni rannsóknarstofa. Það sem ég sé þá kannski meira núna verkefnastjórn og mannusmál og svolítið bara svona allt þar á milli. Já. Og og þið eru líka semst í Grósku í Reykjavík. Já. Og 2 stöðum þá eða hvað? Já. Og hvaða starfsemi þá þar? Það meira svona markaðsstörfin og þessi svokölluðu business development störf. Það meira verið að vinna að umsóknum og það líka verið að svolítið mónitora eða svona fylgjast með í klínísku rannsóknum sem í gangi. Við erum til dæmis núna með eina rannsókn á Hringbraut og á Landspítalanum þar og aðra rannsókn á Landakoti. Þannig að það svona verið að styðja við bara það sem í gangi á því svæði. Já. Það þá svona samstarfsaðili eða hvernig virkar þetta? Já, Landspítalinn klárlega samstarfsaðili en við erum svo sem bara við erum með litla skrifstofu þannig í Grósku og það ótrúlega gaman að vera inn í Grósku alveg eins og við höfum oft talað drift á Akureyri að vera inn í þessu umhverfi þar sem eru frumkvöðlar, það líf og fjör og svoleiðis og sérstaklega meðan maður lítið fyrirtæki að fá þennan stuðning og þetta umhverfi og svoleiðis að vera ekki einhvers staðar einn. Þannig að það mjög mikilvægt. Þetta mjög skemmtilegt umhverfi. Ég hef mitt verið í Grósku og aðeins unnið þar þannig að ég tek hjartanlega undir það. En þetta eru risastóru verkefni, risastóra rannsóknir. Já, algjörlega. Þetta er arfgeng heilabilun og Alzheimer. Já. Akkurat. Það þessi sér íslenska arfgenga heilablæðing sem að í raun og veru upphafið af Arctic Therapeutics að við byrjuðum að rannsaka það og það eins og margir hafa heyrt bara ótrúlega slæmur sjúkdómur. Í raun og veru þetta eru ákveðnar fjölskyldur, þetta ættgengt. Þetta ekki þessi típiska heilabilun eins og maður segir, það til alls konar heilabilanir þessi á völdum stökkbreytingu sem á sér stað og gengur á milli í ættum. En þetta í raun og veru í dag engin lyf við þessum sjúkdómi. Það enga lausnir og hingað til í dag hefur þetta verið þannig að fólk vill bara helst ekki vita hvort að það sé með þessu stökkbreytingu ekki. En núna loksins þegar við erum farin að sjá núna fyrir svona endan á þessar lyfjaþróunum við sjáum að lyfið að virka eins og það á að gera að þá komið von og fólk meira farið að leita að skimun af því að fólk náttúrulega hrættu skimun ef að það svo engin lausn. Já, þannig að það svona breytast núna. Það að breytast núna. Já. Og gerist þetta hratt? Eða gerist þetta hægt? Hvernig virkar þetta? Sjúkdómur sjálfur? Nei, lyfjaþróunin og það sem að þið eru að vinna. Lyfjaþróunin í raun og veru gengur hratt af því við fáum undanþágu. Af því þetta svo rosalega lítill sjúkdómur
og þá þurfum við í raun og veru ekki að fara í þessar massífu stóru klínisku rannsóknir eins og við munum þurfa að gera með Alzheimer, þar sem við erum með 1000 manna. Af því þetta er einangraður sjúkdómur sem er bara á Íslandi og við erum að tala kannski 100 manns eða eitthvað svoleiðis, við þurfum ekki að fá nema örfáa í raun og veru inn í klíniska rannsókn til okkar til þess að sýna fram á að þetta virki og það náttúrulega styður það líka að það er engin meðferð eins og er. Þannig að það eru allir, finnst mér einhvern veginn að ganga í takt og reyna að koma þessu lyfi bara í gegn til þess að allavega hafa þá einhverja lausn. Þannig að það er gott að heyra. Já. En með Alzheimerin? Alzheimer er í raun og veru, þetta er sama lyf og Alzheimer er núna, við erum að skoða hvort að þetta virki ekki í raun og veru bara mekanismin eins. Þetta eru vissulega ekki sömu prótein sem að eru að valda sjúkdómanum en við höfum fengið mjög góðar forrannsóknir að þetta sé að virka og þetta er svo miklu minna inngrip að taka eina töflu frekar heldur en að þurfa að fara í lyfjagjöfina sem er til staðar í dag við Alzheimer. Þannig að það er svona það sem við erum að fara með núna er að þetta er algjörlega skaðlaust lyf í raun og veru bara var fyrir nokkur mánuð síðan að hægt að fá bara út í apóteki, reyndar í Bandaríkjunum en og bara jafnmeinlaust og C-vitamin freyðitabla eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það að sjá að við séum mögulega að ná svona stórum, miklum sjúkdómi einhvern veginn á tökum á þessu, það finnst mér alveg magna. Það er magna, það er stórkostlegt, bara frábært. Takk fyrir að deila þessu með okkur. Lítið. Og talandi þetta, ef við byrjum þar, við ætlum alltaf að ræða ýmislegt, einmitt með forystu og stjórnun og samskipti og það sem að þú rannsakaði, þú byrjaðir á því að vinna þetta sem meistaraverkefni, lokaverkefni og síðan helstu áfram og gafst þetta út í bókakafla líka og ásamt meðhöfundi, honum Haraldi Daða, sem hefur verið með setið í sama stól og þú, mikil sérfræðingur á sviði forystu stjórnunar og samskipta, að þú varst að rannsaka leiðtogastíla, sérstaklega í líftæknifyrirtækjum. Þú segir okkur svona aðeins frá því, hvað snýrist rannsóknir, varstu með rannsóknar spurningu, tilgátu, hvað snýrist málið og þessi rannsókn? Já, í raun og veru áhuginn minn á þessu öll saman. Hann byrjar bara í náminu. Ég er bara þarna í forystu og stjórnun í Bifröst, fyrir gegnum alls konar áfanga og einhvern veginn alltaf í hverjum einasta áfanga er ég að reyna að spegla þetta á þennan atvinnugera og bara líftæknina. Er þetta svona í líftækni, er þetta hinsinn, er þetta öðruvísi, þarna kannski kveikna svolítið svona áhugin og það sem að ég raunur fer að stað með er bara að skoða leiðtogastíla í íslenskum líftæknifyrirtækjum og ég er líka að skoða hvort að leiðtogastílarnir nái niður í raun og veru á starfsmannastigið, hvort að starfsmenn séu að upplifa sömu leiðtogastíla og leiðtogarnir vilja meina að þeir sé að tilengja sér. Og það er svolítið svona einmitt þökk sjónum Haraldi Daða Ragnarsinni. Þá ýtti hann mér ansi langt og hafði ótrúlega trú á mér og við gerðum þetta verkefni sem einmitt varða svo líka bara mörgum málstofum og svo bókakafla og svo leiðis. En það sem að kveikti í mér var menntunarstigið er svo rosalega hátt og ég komst að því að menntunarstig í líftækni er hæst allra greina í hátækniðinnaði og bara sem dæmi er 1 af hverjum 5 með doktorspróf. Þannig að þetta er allt rosalega vel menntað fólk og ég fer á stað og er að skoða og tekst viðtöl við stjórnendur og síðan sendi ég spurningakönnun á starfsmenn og í viðtölunum við stjórnendur þá kemst ég svolítið að því að þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera, þeir eru með óbúslega mikla virðingu gart starfsfólki og það ríkir ákveðin bara svona jafningjabragur og það er svona rauði þráðurinn í gegnum þetta allt saman. En það sem að vakti líka athygli var að þeim svona skorti sjálfstraust í stjórnuna hlið starfsins. Þannig að þeir eru búin að fara í gegnum allt þetta nám, þeir eru búin að fara í gegnum BS og master og doktor, síðan kem ég og spyr út í stjórnun og hvernig þeir haga hlutunum og hver áherslurnar eru og þá segja þeir
þeir oft bara, ég veit ekki hvað ég er samt að gera stjórnuna megin. Ég veit ekki hvort ég kunni þetta og mér langar alltaf að taka MBA en mér langar alltaf að taka einhver áfanga í stjórnun og mér langar að læra meira í stjórnun en voru einhvern veginn ekki alveg vissir hvort þeir væru að gera það gætu það. Þannig að það var alveg svona ákveðið ákall að vísindamenn og stjórnendur í þessum fyrirtækjum eru mögulega settir í þessa stöðu út frá vísindalegri þekkingu út frá menntunarstigi frekar heldur en hæfni eða reynslu eða menntun kannski í stjórnun. Þannig að það var svona það sem kom svolítið út úr svo svona hefur verið mjög áhugavert. Já, þannig að þú nefndir og tókst viðtöl til þess að afla þessar upplýsinga. Þannig að þú tókst viðtöl við stjórnendur. Já. Og einhver önnur gagnaöflun eða var eitthvað annað sem þú gerðir, veist, hvernig var þetta, hvernig var stöðunda? Nei, í raun og veru ekki. Það voru viðtöl við stjórnendur. Já. Þar sem að ég var í raun og veru bara að var með ákveðin lista af ákveðnum einkennum sem ég tengdi við ákveðna leiðtogastíla. Þannig að ég í raun og veru var mest megnis að túlka hvernig leiðtogastíl þessi aðili var að tilenga sér og spurði hann svo sem líka einmitt hvort að væri einhver svona meðvituð ákvörðun leiðtogastíla og síðan eftir það þá í raun og veru fæ ég tölvupósta bara hjá starfsmönnum og sendi þá spurningakönnun og þá að reyna að spegla þetta saman hvort að spurningakönnunin komi svipu út. Já, þannig að þú varst líka með spurningakönnun. Já, ok. Ég ætla einmitt að segja þig, sko, það er alveg nóg að vera með viðtölin, sko, það var ekki það sem ég var að meina, því ég hef sjálfur verið að stunda rannsóknum þar sem ég hef verið með viðtöl. Þannig að þú varst líka að vera með spurningakönnun. Já, við fórum bæði í eiginlega aðferð og meginlega aðferð. Já, einmitt, akkurat. Og vildum einmitt fá að vita hvort að áherslurnar nái niður á golf, nái til starfsmanna. Eru þeir að upplifa það sama og þessi leiðtogi vill komið fram. Já, einmitt, akkurat. Þannig að þetta voru þetta þá nokkur fyrirtæki hérna á Íslandi eða hvernig valdirðu? Já, ég valdi 8 íslenski líftæknir. Já. Nei. Já. Þetta er mjög spennandi og mjög áhugavert og ég var nú búin að glugga í bókakaflanum og líka svona aðeins yfir ritgerðina þína og ég var með að velta þessi fyrir mig líka því það í raun og veru svo lítið rannsakað á þessu sviði á Íslandi, þú veist, það vantar. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem fögnum og ég fannst þetta að vera alveg frábært framtak hjá þér og einmitt og náttúrulega sérstaklega í ritgerðinu það er þetta að fara yfir marga leiðtogastíla sem að þú veist að lýsa mörgu leiðtogastílum sem að þú síðan mátar auðvitað við þá niðurstöðunar og ég þá fyrir að velta fyrir mig að þú varst að tala um menntunarstigi, sko. Það er mjög hátt, hæsta menntunarstig, bara í hátæknigeiranum, semst hjá líftæknifyrirtækjum. En þá ekki þá menntun semst á sviði stjórnunar eða fórustu eða eitthvað slíkt. Nei, ég held ekki. Ég held að það sé alltaf á mér miðað við þessa vísindalegu þekkingu. Já. Það var einn aðili sem ég tók viðtal við sem var með MBA. Já. Og bara, einmitt, með nokkurn veginn allt á hreinu í þessum fræðum, sko. En nei, annars langflestir í einhvers konar sértæk, þú veist, þú þarft að hafa svo djúpa þekkingu í vísindum, í þessu sviði. En hvernig, þú veist, er þetta eitthvað sem að ég, sko, náttúrulega margt þetta, skoða marga fleti í þessu, út frá þessu. Myndir þá telja að vera ástæða, þú veist, til þess að bæta ykkur þarna úr eða, þú veist, ykkur tækifæri þarna eða, þú veist. Að því að nú ert þú til dæmis stjórnandi hjá líftæknifyrirtæki, en þú hefur þessa menntun og hefur þennan bakgrunn, skilurðu. Þú veist, hvernig væri þú stætt ef þú hefur það ekki? Nú er ég alls ekki að gera lítið úr einu skilurðu, ég er bara að hugsa hvernig þetta er að fungera. Einmitt. Þú veist. Já, það er. Og hvað kemur líka þá, ef við komum fram í viðtölum, þú líka talar um sjálfstraust og annað, sko, þú veist. Já, einmitt. Þetta er mjög áhugavert. Viðfangsefni fyrst mér. Já. Af því að ég veldi fyrir mér, er fólk búið að mennta sig og hefur þennan gríðarlega áhuga á, segjum bara erfðafræðinni. Það tekur bara erfðafræðina í BS og master og doktor og er það þá kannski bara búið með svolítið kvótan af skóla. Ég get alveg trúa því. Já. Að ég menn, þetta er heillangt nám að fara í BS, master og doktor. Þannig að hvort það sé það að fólk sé búið að mennta sig það mikið að það bara kannski bara hafi ekki tíman eða taki sér ekki tíman í að fara þá í einhvers konar stjórnunar
menntun, en það klárlega áhugi nefnilega. Það var það sem ég var einhvern veginn var við í þessum viðtölum að þeim langar öllum og þau töluðu öllum það að ég meina, ég langaði alltaf að taka stjórnunar áfanga og ég var alltaf verið að hugsa að fara á námskeið og það komu alls konar svona setningar þar sem ég hugsaði með mér, ok, það er áhugi, það eru klárlega tækifæri í þessu, að setja þetta meira kannski í líftækni nám eða einhvers konar vísindanám, að taka fyrir geðastjórnun og smá rekstur og eitthvað svona mannauðsmál, klárlega. Það þarf ekki nema kannski bara eitthvað svona grund í það. Það er ekkert að fara endilega á dýftina og útskrifast með einhverja gráður eða eitthvað svoleiðis. Nei, akkurat. En já, þetta er mjög áhugavert. Svona erum við bara svo misjafn hvort að við höfum áhuga á mannlegri hegðun eða stjórnun og sumum er bara alveg saman þetta og þetta rúlla bara ágætlega. Já. Og svo náttúrulega þetta við þessi þekkingum í ýmsum hætti og kannski hafa mörg gert það. Þú veist, í einhverju grúski og öðru. Já, algjörlega og minna maður lærir. Fyrirlestrar, námskeið, bækur, podcast, þú veist, alls konar. Já, algjörlega. Samtal við kollega og stjórnendur og... Já, svo er líka bara, stefna fyrirtækja. Að leið og verið stjórnandi. Að þá eru bara í, þú veist, bara skildunámskeið. Já, einmitt. Eða einhver námskeið allavega í boði fyrir þá þessa aðila sem kannski ekki komið þessa menntun. Það er bara fyrirtæki að pínu stuðja við þessa stjórnendur. Já. Það er náttúrulega að þú nefnir í samtölu leiðtogastýluna sérst, sko. Hvaða, að því þú fjallar marga leiðtogastíla í þínni rannsókn og það er náttúrulega til ótal leiðtogastílar. Þú veist, þú ert að fjalla þjónundi fórustu, umbreytingar fórustu, teima fórustu og path goal kenningun eða path goal theory. Já. Vegferðiskenningun eða hvað maður á að kalla hana. Já, ég veit. Þú veist, þannig að þú varst að máta ýmislegt hvaða stílar eru svona þá, hvaða stílar helst verið að nota? Í lífterninni? Já. Það sem kom út úr þessu var helst dreifð fórsta. Já. Og það svo sem rímaði alveg við þessa þemagreiningu sem ég gerði úr viðtölunum og svoleiðis að það er þessi ákveðni jafningjabragur og eins og með dreifðu fórstuna það sem kallast shared leadership. Í raun og veru tók bara... Já, segðu okkur kannski bara östuð frá því hvað það er svona fyrir þá sem að... Shared leadership. Yes. Það er í raun og veru bara svona form af teymisfórustu. Það sem að það er ekki einn sem að leiðir teymið og tekur bara allar ákvarðanir og er einhvers konar dedicated, þetta er teymisleiðtogi. Það er þannig að í raun og veru á hver og einn starfsmaður rosalega stórt hlutverk inn í skipulagsheildum og þeir eru að stíga upp þegar að það þarf á þeim að halda, þeir eru að stíga upp og hjálpa, þegar það á við og það verður svo falleg svona dýnamík og flæði í teymunum þegar að maður nær þessu, að maður nær því að sko allir starfsmenn eru bara með það traust og öryggi að geta staðið upp og sagt hei, ég get leitt þetta verkefni, ég treysti mig til þess og síðan bara kemur svona koll að kolli. Þannig að það er þessi dreifða fórusta í mjög stuttumáli og hún er klárlega að koma fram í líftækni. Það sem og það er svo sem alveg líka skiljanlegt, það sem einhver kannski hefur meiri sérþekkingu þú veist, á einhverju sviðum og annars þú veist, tekur við og þú veist, það er svona ákveð flæði í verkefnum, sko. Já, þannig að það þarf alls konar þekkingu og reynslu og færni pakka því saman sem að býr þá í ólíkum einstaklingu sem er að koma þá saman í teymi. Þannig að ég skilði rétt. Já, þess vegna er að virka vel. Já, og maður verður svolítið svona sérfræðingur í einhverju einu. Já. Það er oft þannig í líftækni. Man hefur rosalega áhuga á efnafræðinni eða þú veist, erfðafræðinni eða eitthvað svoleiðis og þá er svo gott að setja þetta fólk saman í ákveðið teymi af því að þeir eru allir með sína styrkleika og sína veikleika og svona púslast oftast mjög vel saman. Já, og nú bara því ég veit að þú þekkir þessi fræði mjög vel að það er samt ekki sjálfgefið, þú veist, að við getum verið að kalla saman fólk og binda einhvern hóp, þú veist, sem að kann ýmislegt, þú veist, ég þekki þetta, ég kann þetta og þú þetta, en það er ekki sjálfgefið, við getum fara að fungera saman og vinna saman sem teymið mitt, sko. Nei. Hvernig kom það eitthvað fram, þú veist, hvernig teyminu er það til, hvernig fólk fer að vinna saman? Deila upplýsingum, þora að segja sína skoðanir, kannski þora að vera ósamála,
skilur hvað er að fara. Já, klárlega. Það þarf náttúrulega að vera þetta traust. Það þarf að vera þetta sálræna öryggi í teimum. Það er alveg klart mál og það er skrifað í fræðin allstaðar. Það sem að bara svona skjótaði ég mitt inn, við vorum á vinnustofu með henni Svöfu í háskólanum. Já. Teimi, núna á föstudaginn og það kom spurning sem að við þurftum að ræða innan teimana og það var hvað má ekki koma óvart og mér fannst þetta það kröftug spurning, hún er ennþá í kollinum á mér eftir helgina og ég hugsa með mér, þetta er frábær spurning hvað má ekki koma óvart bara hvað verður að liggja upp á borðinu og það er eins og við töluðum bara upplýsingagjöfin það er svo mikilvægt að allir séu upplýstir það er svo mikilvægt að teimi vinni saman að það sé bara allt upp á borðinu það er ekki eitthvað baktal eða einhver að reyna að vera fljótari en annar í einhverjum verkefnum og svoleiðist, þetta verður að fungera saman og verður alltaf að vera einhvern veginn upp á borðinu og til þess að það gerist, þá þarf þetta traust, þessa samheldni, að við erum í þessu saman. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Svava Björk, hún er ég kalla hana svona nýsköpunar ráðherra Háskólans á Akureyri, getur við sagt það? Já. Hún alltaf sérfræðingur í mörg öðru heldur en nýsköpun enga á síður og þó að fókus á það sérstaklega núna. Og meðal annars uppistand. Já, ég sá það. Þú sást það? Já, ég held að ég sé klárlega að fara að mæta á það. Þetta verður frábært hjá mig. Vonandi að vera mörg kvöld. Það er ekkert smá öflug. Heldur betur sko. En en svo náttúrulega eru þarna fleiri kenningar og stílar og alls konar mótil og svona í þessum fræðum. Og ef við pælum þetta bara svona aðeins saman bara svona almennt af því að ég veit að þú ert líka að hugsa þetta ekki bara út frá líftækni fyrirtækjum, bara almennt bara farsæl forysta og stjórnun og samskipti. Þú veist, ef þú hugsa bara, þú veist, hvað þarf svona manneskja að bera, þú veist, hvað er farsæll leiðtogi eða forystumanneskja, þú veist, hvað býr þar á bakvið, tiluru? Það er mjög góð spurning. Rísastór spurning. Rísastór spurning. Það er, ég myndi segja, það er að vera óhræddur við að taka ákvarðanir. Það þarf stundum að taka ákvarðanir og fyrirtæki er bara fyrirtæki og debit og kredit og allt það. Og það er líka ákveðin festa sem að fólk finnur við það að einhver sé óhræddur við að taka ákvarðanir, held ég. Held sé ákveð öryggi sem að myndast. Það sem er svo, þess með númer 2 tilfinningagreindin. Hún er nú alltaf einhvern veginn efst í huga hjá mér. Það er að hlusta á herbyggið, hlusta á samtölin, reyna aðeins að lesa í andrúmsloftið, vinnumenninguna og svoleiðis. En ekki einhvern veginn þannig samt að leyfa tilfinningunum sínum að stjórna sér og stjórna einhverjum svona ákvörðum, heldur bara svona, lesa rýmið, lesa aðeins svona hlusta vel. Síðan finnst mér það sem einkennir góðan stjórnanda er bara að vera forvitin. Við erum einhvern veginn aldrei sattur. Þannig bara alltaf vera að læra nýtt, alltaf opin fyrir nýju, aldrei vera í raun að veru eins og maður kalla bara búin að læra að vera stjórnandi. Þú ert aldrei búin, held ég. Þannig að það er svona það sem ég finnst mikilvægast, það er svona sérstaklega þessi forvitni og bara alltaf að vera opin fyrir nýju, ég meina, það er svo margt að breytast og þú ert með alls konar einstaklinga í vinnu og þeir eru svo ólíkir og að bara alltaf að vera að sækja sér eitthvað nýtt efni og vera forvitin fólk. Bara hafa virkilega áhuga á fólki og þarna náttúrulega vísa ég bara í þjónustu forystu að hafa einlægan áhuga á hvað fólki finnst og af hverju og hvaðan fólk kemur og af hverju viðbröðin er eins og eru og það er eitthvað sem ég get bara að lifa á resti af allan daginn, Já, þetta eru margir góða punktar sem nefnir með forvitnina. Bara eitt af því sem að núna skýtur upp í kollina mér að
að bara svona mín vinna með þetta efni bara svona í gegnum árin. Ég sá þetta reyndar bara fyrir mörgum árum síðan bara í rannsóknum að þetta var eitt af því sem að oft einkenndi afburðagóða leiðtoga var einmitt forvitni. Já. Og þá fæði mér þetta veltaði fyrir sig og líka kannski svona þeim bransa sem þú ert í mitt að sem ánáttúrulega bara við svo marga geira, þú veist, að það er bara stöðnun, sko, þú veist, ef það er engin forvitni, þú veist, verður ekki stöðnun, þú veist, þetta einhvern veginn svona, það þarf að fara saman hvað forvitni og hugrekki og Akkurat. Þú veist. Já, ég held þú þurfir að hafa svona þennan áhuga á þetta rými það sem að maður hugsa með sér ok, ég leið búin að opna á, ég kann ekki allt ég meina það kann enginn allt við erum alltaf að læra Já. Og bara því meira sem við lærum við erum líka bara fyrirmyndir fyrir aðra í kringum okkur að ég er aldrei búin að læra stjórnun þetta er náttúrulega svo rísastórt allt saman að maður aldrei orðin bara góður leiðtogi og punktur og maður stoppar ekkert þar Nei. en auðvitað þróast það líka bara með fyrirtækjum og starfsmönnum og svoleiðis en já, ég held að leið þú ert búin að segja þú sért bara sattur og þú sért bara góður og þú ert bara með þetta þá held ég að það sé ekkert endilega góð lítur að vera Nei, nú ætlum ég bara að leggja mig Já. Það er með þess að hún nefnir eins og nefndi þjónandi fórustu Servant Leadership að svona að sem sagt hugmyndasmiðurinn þar á fórsprakki Robert Greenleaf og hann ræddi þetta og skrifa þetta að vera svona bara nemandi út allt lífið alltaf að læra þú veist, maður er alltaf að læra, maður er alltaf nemandi og stjórnendur, þú veist, átti þá líka við stjórnendur að sjálfsögðu, sko, þannig að en bara að því að mér langar að við ræðum saman að þessum gæðastjórnun en bara áðurinnum fyrir mér það langar mér að því að, og svona út frá þessum pælingum þegar að nú vorum við að ræða sko afbara góða leiðtoga eða farsæla fórustu manneski eða hvað við köllum það sem mann er árangri á sínu sviði eða því sem ég er að gera átt þú einhverja svona fyrirmyndir eitthvað sem kemur upp í hugan þér? Meina bara svona í raunveruleikanum Já eitthvað sem eitthvað manneski sem þú ert að læra af eða finnst gaman að stúdera eða hefur lært af eða Sko já og nei ég hef einhvern veginn alltaf verið þannig mannskja ég á mér aldrei eitthvað uppáhalds ég á mér aldrei uppáhalds íþrótt eða lit eða mat eða eitthvað, mér finnst þetta bara allt gott og allt flott ég hins vegar er mjög heilluð af talandi stjórnunar stíla og svoleiðis Simon Sinek er ofalega í haustum að mér og Brené Brown ég er af þeirri kynslóð að þetta kemur rosalega mikið upp á samfélagsmiðlum hjá mér ég veit ekki hvort telja þetta lengur samfélagsmiðla þetta er bara orðið ein stór fræði stjórnunarfræði, er algoritminn minn en já, ég held að þau tvö séu svona það sem að einhvern veginn hitt í mark hjá mér það er svona, já, að læra einhvern veginn á bara framsýnina á hugrekkið og þau fara svo vel í þetta bara fyrir almenning þú þarft ekki að kunna neinn stjórnunarfræði til þess að skilja þau eru svo aðgengileg og bara og einmitt sko fyrir þau sem að hafa áhuga þá þetta er alveg fullt af efni á netinu, YouTube og fleirum af alls konar upptökum og bæði með Brené Brown og Simon Sinek ég tek alveg hjartalega undir þetta einmitt og og Simon Sinek að því ég er bara akkúrat núna þessa vikuna að vinna með hlustun og virka hlustun og svona, hann til dæmis talar það heilmikið sko og bæði hafa þau náttúrulega verið kendi þjónandi fórustu og fleiri fórustu nálganir að sjálfsögðu en og Brené Brown að það er eitt af því sem að hún hefur til dæmis talað mikið og það er vulnerability þannig að það var bókin sem hún gaf út til dæmis Dare to Lead, hún er búin að gefa svo rosalega marga bækur Já, akkurat Þannig að já mér finnst það ótrúlega flott hjá henni með sko hugrekki hugrekki það að sko sýna svolítið svona innri mann skilur að sýna tilfinningar og svoleiðis að því ég það er það sem hún er að tala í þessu vulnerability já, akkurat að sko það er miklu auðveldara að vera á yfirborðinu
og taka bara ákvarðanir og setja einhvern veginn svona okkar tilfinningar bara til hliðar og svolítið svona, já það svolítið kalt viðhorfið, þú veist, þegar fólk gerir þetta, en þetta auðveldara, heldur en að fara á dýptina og hugsa með sér, ok, hvaða tilfinningar ég að finna og svona leyfa sér aðeins að bara sýna að við séum mannleg. Mannlega, já. Að því eins og þú útskýrir þetta svo vel og við bara hvet fólk til þess að sem hafa áhuga með þetta að stúdera þetta, mjög Marknir Brynjar Brown og þessi bók allan eina af þeim Dare to Lead sem fjallar þetta, að því hún er sérstaklega verið svo mikið að vinna með þetta vulnerability og hún útskýrir þetta, ég veit ekki sko þessi orðabókar skilgreiningin okkar, hún kannski gefur okkur ekki alveg rétt að mynda að þessu, hvað þess vegna gott að heyra að tala um þetta, spjallum þetta, þú veist að vera tilbúin að berskjalda sig, að ég veit ekki alveg hvað orðasambandi að nota í þessu samhengi sko í þessu en hún talar það að hún alltaf hefur ansakað alveg óbáslega mikið á sviði stjórnunar og fórustu og einmitt að farsælt fórustu fólk að það er tilbúið að deila það er tilbúið að opna sig og ekki bara sína styrkleika, líka veikleika og viðurkenna að maður veit ekki allt og kann ekki allt og getur ekki allt og allt þetta. Algjörlega, mér finnst þetta ótrúlega góð pæling hjá henni, þetta er svona svolítið nýtt eða var allavega á þeim tíma þegar hún gefur út bókin sína. Já, ég held mér minnir hún kom út sko bara fyrir einhverjum rétt, ætlaðis ekki 2018-19 eitthvað svo leys, þannig það er ekkert langt síðan sko. Já, og einmitt, og Simon Sinek líka með svona sínar pælingar bara tilgang í verkefnum, hann þarf að vera svo authentic eins og maður segir, þú veist að tilgangurinn og horfa til lengri tíma og bara einmitt eins og hann svo sem ein bókin hans fjallar að skilja af hverju við erum að gera hlutina. Það dregur okkur svo miklu lengra heldur en að vera að teki box til skemmri tíma. Þetta mér finnst Simon Sinek er ótrúlega finnst mér svona aðgengilegur og eitthvað góð dæmi og að því hún nefnir þetta með Simon Sinek og tilgangin og af hverju við erum að þessu af því þannig við líka komin svona inn á hlið strategíunar sko, stefnumótuninnar af því hann talar og hefur þá nefnt eins og þú ert að vísi að til dæmis eins og bara með vörumerki þú veist, eins og bara Apple og fleiri þú veist og hann tekur það til dæmis sem dæmi ofta varandi að við sem ekki að við erum að kaupa það, þú veist, það ákveðin ástæð fyrir að velja þetta vörumerki fyrir eitthvað annað og það er tilgangur þessari fyrirtækja, þú veist, af hverju þau er ekki þá bara að keppa kannski á sviði vers eða þú veist, það er svona og þá hefur maður að hugsa líka það bara samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og þannig að það er svona margt í þessu og svo var það teimafræði með Simon Sinek, kannski aðeins að nefna það að þú komst inn á teimafræðin á hann og þetta sitt reiða fórist á Shared Leadership sem kom fram í þinni rannsókn að hann hefur einmitt talað það, þú kannski sé það að hann hefur verið að stúdera teimafórustu og eitt af því var það, þú veist, hvað væri einkenna þá sem hvað skipti mestu máli, hann var búin að gera rannsóknir í bandaríska hernum varandi það hverju var hann á árangri. Varstu búin að sjá það? Nei, ég var bara búin að sjá svona brot, bara samantekt að því. Bara samantekt að því, þú veist, að því að maður sér fyrir sér að það er eitthvað svona sem er bara alveg íturvaxin og í rosalegu formi sem að fer út af vígvöllin sem hann er mestum árangri, en það var ekkit endilega máli, sko, það gátt alveg verið bara einstaklingar sem voru kannski ekkit miklir að burðum voru ekkert kannski líkamlega sterkasti sem voru að standa sem það besta en það sem að skipti mestu máli var að þú varst bara allir staðar fyrir náungan, skilur I got your back eða ég man ekki nákvæmlega hvernig hann orðaði það, sko. Já, einmitt. Ég fór að hugsa þetta út frá Simon Sinek og líka að tala þína niðurstöður, sko. Já, akkurat. En mér finnst þetta mjög áhugavert, hann einmitt tekur svona dæmi sem eru mjög góð og bara raunverulega dæmi og hann tekur líka bara alls konar, hann fer út allt, þú veist, hann tekur líka bara hvað er góð vinátta og svona fer svolítið út fyrir bara fræðin og rannsóknirnar, sko. Ég var líka að lesa ótrúlega skemmtilega bók eftir Thomas Eriksson, held ég hann heiti, Surrounded by Idiots. Hefurðu lesið hana? Nei, ég hef ekki lesið hana. Þú voru að segja eitthvað henni, Surrounded by Idiots. Já, það er skemmtileg bók. Ég nefnilega hef byrjað á svo mörgum leiðtogabókum, svo næ ég ekki að klára þér. Ég veit ekki af hverju ég einhvern veginn hugurinn fyrir annað. Þessa náði ég að klára og bara nánast í einni senu, sko, að hann sem sagt fjallar mismunandi karaktera.
og þetta vísar svona svolítið inn á pathgól líka og vegferðarkenninguna Já. að hann sem sagt litamerkir svona karaktera, það er rauður karakter og grænn og gulur og blár og þar fer hann í svona einkenni hvers karakters og hvernig í raun og veru kannski best að nálgast aðilann, hvaðan kemur aðilinn, af hverju bregst hann svona við eða já, hann svona fer í kringum hvern og einn karakter og ég get alveg garanterað að þegar þú hlustar þessu bók eða lest hana, ég segi þegar Já, ég ætla svo sannlega að gera það þá áttu eftir að hugsa já, þessi rauði, þetta er eins og þessi og það er svo gaman að geta tengt inn í já, ég þekki þennan, ég þekki þessa típu ég er rosa mikið svona karakterpælari sko, mér finnst þetta skemmtilegt að fá þetta svolítið svona eins og bara leiðtóðastílina í verkefninu mínu mér finnst svolítið skemmtilegt að reyna að ramma personur inn og karaktera En eins og þetta þannig semst, já, það er ákveðin karakter merktir ákveðin litum og er ykkur litur betri en annar eða Nei fer eftir kringustæðum eða þú veist hvernig Nei, engin betri en annar en það er kannski er ykkur slæmulitur eða góðulitur eða Það er svona rauður, ég meina hann er bara afkasta mikill og svona no bullshit karakter, skilurðu, þú veist, það er bara áfram gakk og alltaf áfram gakk og síðan er þessi guli, hann er svona listrætn og svolítið svona skapandi og svoleiðis, þannig að nei, ég myndi ekki segja að það sé einhver sko betri en annar, en þarna er komið svolítið inn á sko hverjir vinna best saman, hverjir kannski ná einhverju jafnvægi. Og veist, gulur og grænn vinna mikið saman kannski að því að grænni er meira drífandi og guli er miklu minna þengjandi og alltaf pínu í svona bremsu og það er svona þessi sko og aftur að teimunum hvernig þetta pústlast og kannski hvernig maður nær til einstaklinga það er áhugavert Herru, byrju, Tómas Eriksson Surrounded by Idiots Já, þetta er mjög skemmtilegur titill þetta er mjög lýsandi Já Starri sem að stýrir podcastinu hjá okkur Starri, erum við ekki að fara að lesa þessa bók? Það er ekki spurning sko, við ætlum að gera það Herru, takk hérlega fyrir þetta Gæðastjórnun Við erum að tala þessu það og við vorum að spjalla saman fyrir þáttinn og ég kynntist gæðastjórnun fyrir löngu síðan eins og ég sagði þér og ekki kannski alveg upp á stöðunum, ekki kannski alveg svo gamall, en samt það langt síðan. Og ég var að stúdera þetta. Mér fannst þetta rosalega spennandi. Og á þeim tíma þá var þetta svona miklu nýrra og svona, og það var svolítið svona, eins og maður segi, kannski bara svolítið svona sexy, sko, þú veist, en maður svo upplifir maður það kannski ekki í dag, en þegar maður mátar þetta við, bara svo margt í dag, þá sér maður samt að þetta skiptir máli og þetta skiptir að það máli og þetta er eitthvað sem að þú sinnir í þínu starfi og þú eins og þú sagðir að þú varst gæðastjóri og það eru gæðaúttektir og það eru gæðaúttektir náttúrulega í alls konar fyrirtækjum og stofnunum út allan bæ alltaf. Þú veist, þannig að þetta skiptir óbáslega miklu máli. Þannig að ég svona bara, þú veist, já, kannski bara svona tvennt í þessu, þú veist, þú veist, hvernig sér þú kannski, þú veist, gæðastjórnun fyrir þér kannski, þú veist, og hvað er gæðastjórnun og svo kannski aðeins með sexi þetta skilji, er þetta vitlis í mér eða, þú veist, Nei, sko, alls ekki nefnilega. Það sem að ég kannski, og mér langar að gera aftur er að gera gæðastjórnununa svolítið, hún er mikilvæg og það vita það allir. En þetta hefur einmitt ekki kannski verið þetta starf sem að hljómar eitthvað ótrúlega spennandi eða að það sé einhver nýsköpun inn í þessu hlutverki eitthvað svoleiðis. Ég vil nefnilega alveg endurvekja það svolítið. Það sem að við ég og gæðastjóri Arctic Therapeutics, Sigríður Katrín, við vinnum rosa náið saman og erum að sinna þessu gæðakerfi við daginn inn og daginn út. Og gæðakerfið er ekki bara gæðakerfi og einhverja tölur og einhverja mælikvarðar og einhverja reglur. Það næri yfir allt kerfi hjá okkur. Það næri yfir mannauðskerfi líka og það næri yfir reksturinn. Þannig að gæðakerfið er svo ótrúlega stór partur af þessu og það sem að er í raun og veru að gerast allavega hjá okkur svona dagsdaglega, við erum bara í umbótaverkefnum og við erum í endalausu brainstormi að hvernig við ætlum að bæta ferlana, við erum í endalausum samskiptum við starfsmennina, hvað meikar sens fyrir ykkur sem vinnið hérna á gólfinu
og eru það framkoma og fylgja þessum reglum daginn inn og daginn út. Já. Hverju, af því að við getum ekki verið bara á einhverjum háum stalli og sagt þið gerir þetta svona. Það er ekki góð gæðastjórnun að mínum mati. Nei. Við þurfum alltaf til stelpnanna og teymisins og spyrjum hvað finnst ykkur. Þannig að það skiptir svo ótrúlega miklu máli að fá fólki með. Fólk þarf að vita af hverju það þarf að gera þetta og vissulega geðakerfi bara í grunninn rammi, það eru reglur og það þarf að fylgja þeim og síðan erum við að fylgjast með, einhver frávik eða eitthvað slíkt. En þetta getur verið ótrúlega skemmtilegt og bara við erum alltaf að spá í hvernig getum við gert þetta betur, hvernig getum við gert þetta hraðar, getum við látið þetta gerast sjálfvirkt. Það er alls konar svona og við erum bara sjálfar í þessu og þetta er ótrúlega skemmtilegt. Þetta er svo gefandi, maður lærir svo óbáslega mikið af þessu. Já, og ég minna það eins og þú ert að lýsa þessu, þetta er skilgreiningin á gæðastjórnun. Og þá gætur við líka sagt, þú gætur verið komið með einhverju fyrirtæki og stofnun jafnvel bara í raun og veru laskað gæðakerfi í raun og veru. Já. Og það sem að þú ert í raun og veru ekki að stuðla að meiri gæðum eða ná þínu markmiðum og því sem þú tala sko. Þannig að er það þá hlutið mitt að ég vera að vinna það með öðrum, það sé ekki bara einhver ein manneskja sem er með þetta sinni hendi, já, þetta er það sem að ég tel að skipti mestu máli, þegar, skilur hver að vera? Já, algjörlega. Ég held líka bara að við vorum ótrúlega heppin í raun og veru að þegar við ákveðum að taka upp hennan staðal sem við erum með, að við vorum lítið fyrirtæki. Það að innleiða nýjan ISO-staðal er heljarinnar mál, en það var það ekki þarna á þessum tímapunkti auðvitað vinna á bakviða og heljarinn að vinna. En að fá fólki með sér, við vorum bara það voru allir að labba í takt í sömu átt og það fögnuðu allir því að fá bara hennan ramma. Hvað má ég? Hvað má ég ekki? Hverju ber ég ábyrgð á? Þetta fer aftur bara þá erum við með skýr markmið, erum við með skýran tilgang. Þannig að þetta allt saman geðastjórnun er ekki bara eitt apparat einhver staðar svona til hliðana og er bara að fylgjast með og leiðilegt þegar fólk setjur svona hálfgerðir svona einhver löggumerki á geðastjóran sko. En það er alls ekki þannig. Við erum alltaf að reyna að bæta ferlana, ekki með því að skamma fólk eða taka það fyrir en eitthvað, það er eitthvað bara sem er ekki að virka í ferlunum, það er eitthvað sem við gerðum, sem við settum upp, sem er ekki að fungera. Þannig að það er, já, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt starf og bara að vera í gæða úttektum og fá líka sko endurgjöfina og svoleiðis hvernig þau myndu gera þetta, þeir sem koma að taka okkur út. Það er líka endalaus lærdómur en vissulega í grunninn þegar maður læri gæðastjórnun í háskóla eða einhver öðru þá er þetta bara setja upp kerfi, fylgja eftir, nota einhvers konar töluleg gögn og svoleiðis. Það virkar rosalega þurrt og leiðilegt, en það er það samt ekki. Nei, akkurat. Nei, eins og þú ert að lýsa þessu, maður hefur reynslu að því ég fór að hugsa þetta, en sko, mér finnst þetta mjög þokkafull, sko, ekki spurning, sko. Og og við náttúrulega erum með gæðastjóri út allt og Háskólann Akureyri gæða mannastjóri, skilur, og þetta skiptir óbærslega miklu máli. Þannig að það er ekki nokkur spurning, þú nefndir eitt af þessu samhengi að því að, með eftirlitið og löggun og allt það. Því það er náttúrulega hluti að fylgjast vel með, að fylgjast með að gangi vel og það er náttúrulega líka bara við allt sem við erum að gera. Að læra af reynslunni, læra af, hvað getum við gert betur næst, hvað er það sem er ekki að virka og svo framvegis. Þannig að, en það er þessar úttektir. Já. Hvernig virkar þetta hjá ykkur í líftækninni? Það er ekki langt síðan að þeir voruð í úttekt, er ekki bara nokkur mánuð síðan eða hvernig er það? Jú, við fluttum rannsóknarstofuna núna niður í miðbæ í október og við fengum gæða úttekt þarna seinna í október, 20. og eitthvað og það er raunveru gengur þannig fyrir sig að við fáum fólk oftast frá Svíþjóð, það er fyrirtæki sem heitir Svedag sem að sér þennan ISO 15109 staðalinn. Tekur hann út. Þannig að við fáum alltaf heimsókn og það er oftast þannig að það eru 3 aðilar sem taka okkur út, það er einn sem tekur stjórnunarkerfið og það er einn sem tekur aðferðina inn á rannsóknarstofu og fylgir þá okkar fólki eftir og og svo er oft tekið utanum tölvukerfin og svoleiðis, svona IT-mál. Þannig að já, þetta er alveg heljarinnar úttekt og þetta eru 1-2 dagar
það sem allir starfsmenn eru í þessu og þetta alltaf stress hana fyrst en þetta samt alltaf gaman og eins og ég segi, þú veist, maður í þessu til þess að læra, þannig að maður fær endurgjöf. Akkurat, og því að þetta fikk topp einhver og allt gengið vel. Það gekk mjög vel. Já, algjörlega. Takk fyrir það. Og takk fyrir að deila þessu. Já, bara innilega. Mín ánægir. Já, ég einmitt sko, eins og sé það, svo margt sem við getum við ræða, svona eitt sem að við erum að hugsa saman og ræða, það einmitt varandi bara að hugsa sjálfa þig, bara sem svona leiðtogi og forystumannesku að því ég veit að það oft margir að spá í þetta en kannski fara ekkert með pælinguna lengra að þú veist, að það skiptir svo miklu máli að hugsa vel sjálfa sig og næra sig og svo framvegis skilurðu og þú varst að tala þessa bók Surrounded by Idiots, sko, ég get ekki glemt þessum titli, hann mjög góður, Tómas Eiríksson að þá gerir það fyrir að þú sérst að næra það með einhverju slíku og svo þegar þú tengist einhverju sem að þú bara leggur svo bara til hliðar og gefst upp og þá bara nei, þetta kannski ekki alveg málið eða ég veit það ekki en hvað svona, hvernig heldur þú þér á tánum, hvernig nær þú að viðhalda forvitninni, hugrekkinu og bara orkustiginu og að njóta lífsins? Já, það er mjög góð spurning sko, það sem ég hef svona mantran mín lífi fyrst, vinnan svo og ég svo sem og ef ég myndi spyrja einhverja held ég starfsmönnunum mínum þeir myndi kinka góðl og hlæja lífi fyrst, vinnan svo það sem að skiptir svo ótrúlega miklu máli sko fyrir mig að festast ekki í þessu svo kallar hamstrahjóli sem stjórnandi þú verður að ná einhvers konar yfirsýn og þú verður að ná þessari innri ró og ég næ þessari innri ró með því að hreyfa mig, borða hollt og það skiptir svo ótrúlega miklu máli eiga áhugamál á eitthvað áhugamál sem getur leitað í og bara gleymt þér að þessum stjórnandi þá ertu oft með hugan annar staðar þegar þú ert heima hjá þér það ákveðið svona rautt flagg fyrir mér að ég verða að geta kúpla mig út vissulega það koma álagstímar og maður meiri í vinnunni en maður ætlaði sér en maður verður svolítið að þekkja sín mörk leið og ég farin að hugsa of mikið vinnuna á kvöldin þá fer ég að pikja öxlana mér þetta ekki cool við getum ekki lifað svona lengi sko þannig að það að finna áhugamál hreyfa sig og hafa bara hreyfinguna aðgengilega það það sem kannski ég hef lært mest og hafa hana bara og vera svolítið flex að hafa ekki kannski eitthvað ótrúlega fasta tíma eða einhver föst markmið mér hefur fundist það einhvern veginn meiri streita að þegar að maður búin að ætla sér bara að fara í rektina 6 sinnum í viku og alltaf klukkan þetta og rosa svona strikt schedule og svoleiðis, það virkar ekki fyrir mig ég búin að átta mig á því að ég fer þá ef það gott veður þá fer ég út að hlaupa og ef ég hef ekki tíma þá ég með hjól heima sem ég get hjóla á þannig að maður bara verður svolítið aðlaga en þú verður samt að hafa hennar sjálfsaga þar sem þú segir ég ætla að gefa tíman núna fyrir mig þetta bara tími fyrir mig og maður verður að vera svolítið harður á þessu af því að það fljótt að gerast að þú ert farin að svara skilabóð með Teams eða þú ert farin að svara tölvupóst með símanniðinum og þú ert með barniðina á hægri hliðinni eða eitthvað svoleiðis heima þannig að mér finnst þetta skipta ótrúlega miklu máli festast ekki í þessu hamstrahjóli að setja sér einhver mörk hér ég ekki starfsmaður lengur eða stjórnandi, nú ég mamma ég komin heim, hér börnin mín og við skiljum síman eftir einhver starf þannig að ég held að það skiptir manni ótrúlega miklu máli líka bara almennt í lífinu sko Já, sko þú svarar sig eiginlega því ég fór að hugsa þú veist að lýsa þessu aðeins fyrir af því að í dag þá eru einhvern veginn öll samskipti eru allt og þau eru, þetta allt öðru seldur en var, það alltaf það ná í mann þú veist, það er bæði síminn og það eru skilabóðin og þú veist, það eru tímskilabóðin, það er þetta poppar á símanum og hann fer að pípa og alls konar sko þannig að þú bara bara símaband, þú leggur bara símanum til liðar bara ég reyni það setur það fyrir ofan í fiskabúri bara ég svona reyni það eins og ég get sko en og ég meina þetta líka bara snýst svolítið svona tilfinningu
og stundum bara eitthvað að gerast í vinnunni og maður ílengist og það bara spennandi og maður finnur að maður bara að sinna einhverju mikilvægu að það náttúrulega annað líka að flokka bara verkefni eftir í hvort þessu mikilvægu eða áríðandi en það sem að maður verður líka að finna með sjálfum sér ok, ég farin að hugsa bara vinnuna allan daginn af því að þá missur þessa svona mér langar að segja innri ró sem að mér langar að segja og ég held að sé svo litið tengt þessari kulnun og innri róin hún verður ekki til þegar að símiðin bípar á 10 mínútna fresti við hliðina á þér ég held að, já, það þarf einhvern veginn já, veist, þessi innri ró þú veist, hvað að því að kannski bara átta sig ekki allir á því þú veist, sem einmitt ná ekki innri ró þú veist, hvað það, þú veist, hvernig líður mér því innri ró, þú veist, hvað það? Svona, allavega, já, besta kannski dæmið í vinnunni að þegar að maður í hamstrahjólinu og þú verðist einhvern veginn aldrei hafa tíma fyrir neitt þú horfir aldrei upp á tölvunni eða símanum og þú ert bara endalaust að moka skít það gengur ekki upp til lengdar af því sem stjórnandi verður að geta bakkað og þú verður að geta dregið út úr aðstæðanum og reynt að ná þessari svona yfirsýn, þú verður að ná stefnunni, þú verður aðeins að bakka og segja ok, en hvert erum við að fara? Hvert stóra markmiðið hérna? Það líka bara snýst það að stoppa þessu á kaffivélinni stoppaði bara aðeins og spjallaði við fólkið þitt og hlustaði aðeins og talandi tilfinningagrindina svona, finna aðeins svona hvar fólkið þitt statt og veist, ekki alltaf hérna vera bara á leiðinu næsta fund eða næsta símtal það bara, maður þarf að vera með ákveðin sjálfsaga þar líka þú þarft að blokka bara dagatalið þitt þú þarft að gefa þig tíma þar sem þú ætla bara að vera í fókus ef þú getur það ekki í vinnunni þá bara, hvort það sem þessi sveigjanleiki að vinna heima eða að finna einhverja lausnir bara þar að svona, og forgangsraða þessum verkefnum að því að ég held að helmingur af verkefnunum sem eru hjá stjórnenda það hægt að útdeila þeim til starfsmanna og þar verður maður bara svolítið að fara einmitt aftur í stóra planið hvað markmið, á ég að vera að sinna öllum þessum hlutum, ekkert endilega útdeila þeim til starfsmanna og bara reyna aðeins að forgangsraða tímanum sín. Já, nákvæmlega og þá einmitt og þá vonandi verður tími fyrir smá eða meiri innri ró eða tími fyrir að ná því en að því þú nefndar þessi fyrirmynd eins og við með fyrirmynd vera fyrirmynd á stjórnandi þá þarf það að láta fólk geta bara vitað þetta þitt munstur raun og veru það ekki alltaf hægt að ná í mig ég þarf bara stundum að eins og þú segir bara aðeins að stíga tilbaka draga djúpt inn andan eða hvernig þú notar það eða hvernig þú gera það sko og mér dettur í þessu sambandi að því ég hef unnið með mörgum stjórnendum og leiðtogum í gegnum tíðina bæði kennslu líka í stjórnendaþjálfun og forystuþjálfun að það varandi sko svo bara tölvupósti til dæmis að þú veist hvenær þú sendir tölvupóst á starfsfólkið þitt sko þú veist ekki á föstudagskvöldi ekki laugardagskvöldi býtum með þetta og svo þetta tímasetið þetta líka þú veist og svo framvegis en ég fór að hugsa þetta sérstaklega út af því sem að ég hugsaði að það var einn manneski sem ég heyrði sko raunverulegu stjórnandi sem klárlega ekki þú sko að því að þessari manneski fannst sko vera kostur í raun og veru að starfsfólkið upplýði hana sem hún væri alltaf á vaktinni þannig að hún var alltaf þessi manneski að senda út pósta en hún var fann að tímasetja þá skilur ekki bara til þess að ekki með hag starfsfólksins huga heldur sko voru starfsfólk farið að hugsa hvernig stendur á því við erum ofta að fá pósta skilur og svona óvinnilegu tímum jafnvel á eldstemma mótnan jafnvel nóttinni bara þú veist fann að ágera þessari manneski hvílist hún aldrei eða eitthvað svoleiðis en svo kom það upp á kafinu að þessi manneskja var semst bara tímastilla því hún vildi bara fólk héldi hún var alveg sofandi á nóttina svona það bara þetta póstarnir fóru bara út að hinum þessum tímum bara þú veist til þess að hún vildi senda þessi skilabóð skilur ég alltaf að vinna já, einmitt nei, ég held að það sé ekki hollt og ég held að það mun ekki ganga til lengri tíma það engin ómissandi það bara þannig og þú sem stjórnandi verður líka bara svolítið að droppa egóinu og segja við sjálfa þig vil ég vera ómissandi vil ég vera alltaf einhvern veginn
á Teams hérna bara út á Spáni með börnunum mínum, skilur, vil ég alltaf vera að svara skilabúðum eða vil ég hafa einhvern sem að getur tekið mitt og ég get farið í frí og ég get bara sleppt öllu af því að ég held að líka bara einmitt eins og þú segir, tíminn í dag þannig að það pingar síminn endalaust en þú getur stillt þetta allt saman. Já. Þú getur stillt hvenær tilkynningarnar koma inn á skjáin eða hvort þær koma inn á skjáin eða ekki. Já. Þú getur tekið þetta svolítið föstum tökum og það hefur alveg verið rætt og ég hef enga skoðun á því hvort að þetta sé vandamál sendandans eða vandamál móttakans. Af því að það er hægt að stilla þetta. Sendandinn getur stillt hvenær þú sendir tölvupósta eða eitthvað svoleiðis. En móttakandi líka getur stillt að bara eftir 4 þá koma engar tilkynningar og engar tölvupóstar. Þú sér það ekki fyrir mánudagsmótni þegar þú opnir tölvuna þína. Akkurat. Þannig að það er hægt að tækla þetta á alls konar vegu eins og þetta er búið að þróast en já, við þurfum svolítið að taka þetta í held í okkar hendur og bara sætt okkur við það við viljum ekkert endilega ómissandi og það er það engin. Nei, akkurat. Heyrðu, fínasta ferðalag hjá okkur. Já. Er eitthvað svona sem að viljum bæta við þetta? Eitthvað sem að þú kemur upp í hugan? Já, það er mjög góð spurning. Ekki sem þetta er í hug. Nei. Ég held við séum búin að ná vel utan um alls konar. Já, ég er sammála því. Þannig að eins og sé, við erum búin að fara yfir alls konar og kannski bara þá eitt svona lokin, ég bara þú veist, að því þú ert búin að vera að sinna náttúrulega margum störfum hjá þínu fyrirtæki. Ég er hugsað bara, þú veist, tíminn er fljótur að líða, þú veist, eftir 5 ár, hvað verður að bralla þá? Úff. Þú mátt alveg vera hjá sama fyrirtæki, sko, hjá Arctic Þjóðarberi, sko, ég er ekkert að segja að þú fyrir að fara að breyta til eða eitthvað svoleiðis. Nei, ég nefnilega, ég vonandi verð kannski bara komið með eina gráði viðbót, mér langar að fara að gera eitthvað fyrir sjálfa mig, ég er búin að kenna rosalega mikið í síðustu árin og það er búið að taka svolítið frítíma minn og ég sé að það er aðeins að opnast fyrir það núna aftur. Þannig að mér langar svolítið að gera eitthvað fyrir sjálfa mig. Já. Eitthvað nám, eða námskeið eða eitthvað skemmtilegt. Þannig að aldrei að vita. Kannski allavega einu námskeið ríkari eftir 5 ár. Kannski gráðu. Já. Ég er alveg sannfærður að þú nærð þessu markmiðum, ekki spurning. Olga Ýr Björgvinsdóttir, bara takk kærlega fyrir komuna. Gaman að sjá þig aftur og njóttu dagsins. Takk sem leiðis. Takk kærlega fyrir það. Takk. Og þið líka sem eruð að hlusta eða horfa, bara takk innilega fyrir, takk fyrir að vera með okkur og sjáumst aftur og heyrumst við fyrsta tækifæri. Njótið dagsins.